Borgarleikhúsinu hjá okkar góðu nágrönnum. Ég vona að þið öll fengið dagskrá í hendurnar, en þar hægt að sjá fyrirkomulagið á athöfninni, en í dag eru 2 útskriftir, þar sem við skiptum nemendahópnum í 2 vegna fjölda og náum þannig að hafa hvora athöfn fyrir sig hæfilega langa og allir fá að njóta sín. Ég vek athygli ykkar á textagáti Amurs, en á eftir ætlum við öll að syngja saman. Góðir áheyrendur. Verslunarskóli Íslands var stofnaður 1905, þar sem þörf var fyrir skóla sem lagði áherslu á að mennta nemendur í undirstöðu greinum verslunarreksturs. Með árunum þróaðist skólinn og námsframboð varð fjölbreyttara. Árið 1942 tilkynnti Háskóli Íslands að við skólann yrði framvegis boðið upp á nám í viðskiptafræði og í kjölfarið fór skólanefnd Verslunarskólans að velta fyrir sér hvort grundvöllur væri fyrir því að Verslunarskólinn færi að útskrifa stúdenta. En á þessum tíma voru bara 2 skólar sem útskrifuðu stúdenta, Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn á Akureyri. Það þótti ekki sjálfsagt að Verslunarskólinn fengi að bætast í þennan hóp og var því jafnvel haldið fram að með þessu væri verið að gjaldfella stúdentspróf. Margt hefur breyst frá þessum tíma og það efast vonandi enginn í dag ágæti þess prófs sem nemendur skólans hljóta hér í dag. Fyrstu nemendurnir sem brautskráðust með stúdentspróf frá skólanum voru 7 talsins árið 1945, heldur betur fjölda. Ágætu gestir. Skólastarf vetrarins gekk mjög vel og nóg var að vera. Annað ári í röð tóku allir nemendur á fyrsta ári, 367 talsins, þátt í stóru þróunarverkefni þvert á námsgreinar, þar sem unnið var með samvinnu og sjálfræði nemenda. Það var einstaklega ánægjulegt að verkefnið og skólinn fengu tilnefningu til íslensku menntaverðlaunanna í flokki skólaþróunarverkefna. Þá hlaut Verslunarskólinn einnig viðurkenningu fyrir alþjóðastarf sitt þegar skólinn hlaut Evrópuverðlaun fyrir nýsköpun í kennslu. Verðlaunin voru veitt alþjóðlegu samstarfsverkefni 6 skóla sem kennarar og nemendur skólans tóku þátt í. Við erum virkilega stolt af því þegar skólastarfið okkar hlýtur viðurkenningar sem þessar, en heiðurinn af þeim á okkar framúrskarandi hópur starfsmanna og nemenda. Skólastarfið er í stöðugri þróun og var engin breyting á því í vetur. Unnið hefur verið í að endurskoða allar námsbrautir skólans og munu nýnemar sem hefja nám í ágúst innritast á nýjar og endurbættar námsbrautir. Helstu breytingar eru að efla á færni nemenda í ritun og þá hafa verið gerðar breytingar á áföngum og einstaka brautum til að búa nemendur enn frekar fyrir meira nám. Í vetur voru einnig ýmsar breytingar innleiddar innan skólans. Má þar nefna breytingar á fjölda áfanga í prófatöflu með það markmið að jafna álag yfir önnina bæði fyrir nemendur og kennara. Þá eru tekin upp þriðjudagspróf með það markmið að hægt var að prófa alla nemendur á sama tíma í sama áfanga. Þetta eykur samræmi á milli bekkja, til dæmis í símats áföngum. Þá gerðum við breytingar á stofuskipan í skólanum til að bæta skólabraginn og auka samstöðu á milli árganga. Nemendur sem sitja hér í dag eiga stóra þátt í að stofubreytingarnar gengu vel og eiga bestu þakkir fyrir. Þá eru símabox sett í allar kennslustofur skólans og munum við fylgja notkun þeirra enn betur eftir á næsta ári. Því ég tel að við getum öll verið sammála að óhófleg notkun farsíma hefur truflandi áhrif á einbindingu okkar og sú truflun á ekki heima í kennslustofum skólans. Það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á húsnæði skólans síðustu 2 ár og það stefnir loksins í verklag. Búið að skipta alla glugga í eldri byggingu og steina húsið aftur í nýjum litum. Nemendur og starfsfólk skólans eiga hrós skilið fyrir þolinmæði sína en ekki hefur ein kennslustund fallið niður vegna framkvæmdanna, þó stundum hafi tilefni verið til. Það má segja að það hafi verið ákveðin upplifun í haust þegar við okkur var bókstaflega pakkað inn í plast, en það var gert svo
hér mikinn gæðastimpil á starfsumhverfi skólans. Ég vil nota tækifærið hér og þakka öllu starfsfólki skólans fyrir þeirra góðu störf í þágu nemenda í vetur. Skólinn væri ekki það sem hann er án ykkar. Kæru stúdentsefni, það er komið að kveðjustund þó það virðist samt verið svo stutt sem þið hófuð skólagöngu ykkar í Versló. 3 ára námi er nú lokið og við taka ný og spennandi verkefni með fjölmörgum áskorunum af ýmsu tagi. Sum ykkar fara strax í nám en aðrir máta sig á vinnumarkaði og þá eru alltaf einhverjir sem leggja land undir fót og skoða heiminn. Stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands gefur ykkur fjölmarga möguleika og er gott veganesti í því sem bíður ykkar. Verið óhrædd við að prófa ykkur áfram og elta drauma ykkar. Nú kveðjið þið skólann og kennara hans eftir 3 ára skólagöngu sem hefur verið viðburðarík, stundum erfið en vonandi umfram allt lærdómsrík og skemmtileg. Ég get fullvissað gesti hér í salnum að þetta 3. og síðasta ár ykkar í skólanum var heldur betur tekið með trompi. Námið auðvitað í forgangi en einnig fóru mörg ykkar í ýmsar ferðir erlendis í tengslu við val greinar. Ég fékk að fylgja ykkur til Póllands þar sem við heimsóttum sögufræga staði og skelltum okkur á landsleik Íslands og Úkraínu í fótbolta þegar Ísland var í dauðafæri að komast á EM. Þið lærðu ýmislegt annað en það stendur í kennslubókunum, en þið ráðið við eftir heilt nemendafélag sem er í raun eins og meðalstórt fyrirtæki. Það skal enginn efast lærdóminn sem felst í því að halda utan nefndastörf, setja upp leiksýningu, halda söngvakeppni í Hörpu, breyta íþróttahúsi í leikhús, standa fyrir útgáfu blaða, skipuleggja góðgerðarviku, þjálfa upp spurningalið og ræðulið, undirbúa íþróttamót og halda 1200 manna böll. Ég gæti lengi haldið áfram að tíunda allt sem gert var. Þá hefur 3. bekkjaráð haldið vel utan árganginn og staðið fyrir fjáröflunum, gefið út spékrímur, haldið gala og í talanafjön skipulagt útskriftarferð sem verður farin ekki á morgun heldur hinn. Þið munið bara að kjósa áður en farið að landi brott. Við þetta tækifæri vil ég þakka stjórn nemendafélagsins og 3. bekkjaráðinu fyrir frábært samstarf í vetur. Það er ómetanlegt fyrir þann sem er í minni stöðu að geta átt heiðarleg og opinská samskipti við nemendur og finna að það er hægt að treysta þeim í því sem þau eru að gera. Ágætu gestir. Hér á sviðinu sitja 160 nemendur sem útskrifast af alþjóðabraut, náttúrufræðibraut og opinni stúdentsbraut. Allar námsbrautir skólans hafa sín sérkenni sem koma fram á seinni hluta námstímans. Nemendur á alþjóðabraut stóðu heldur betur undir nafni brautarinnar og tóku þátt í fjölda alþjóðaverkefna og þá fór bekkurinn saman til Brussel í tengslu við lokaverkefni áfanga brautarinnar og heimsótti meðal annars höfuðstöðvar NATO, skrifstofu EFTA og íslenska sendiráðið í Brussel. Það er skemmtilegt að segja frá því að í sendiráðinu var fyrrum nemandi skólans útskrifara af alþjóðabraut í starfsnámi þar. Nemendur á náttúrufræðibraut létu líka til sín taka á ýmsum sviðum eins og með þátttöku í stærðfræði og eðlisfræði keppni. Og það var ekki bara þáttaka því nemendur úr skólanum lentu í efstu sætum í keppnunum. Þessi frábæra árangur skilaði 3 nemendum skólans sæti í landslið Íslands í eðlisfræði
eru svo miðaldra. Kæru stúdentsefni, á stundum sem þessari er rétt að staldra við og þakka þeim sem hvatt hafa ykkur áfram í því ferðalagi sem senn er að ljúka. Fjölskyldur ykkar hafa staðið þétt við bakið á ykkur og gleðjast hér í dag. Þá er líka rétt að þakka þeim fjölmörgum kennurum og starfsmönnum skólans sem hafa einn eða annan hátt tekið þátt í þeim árangri sem þið uppskerið í dag. Og fyrir hönd starfsmanna skólans þakki ykkur kærlega fyrir samfylgdina síðustu árin. Við kveðjum ykkur í dag með stolti og söknuði en á sama tíma hlökkum við til að fylgjast með ykkur í komandi framtíð. Nú er komið að því sem þið hafið stefnt að síðustu 3 árin, að útskrifast frá skólanum með stúdentspróf. Þessi tímamót í lífi ykkar eru stór áfangi. Ég vil nú biðja Þorkel D.K. aðstoðarskólastjóra að taka nú við og hefja brautskráningu. Takk. Kæru foreldrar og aðstandendur, kæru nýstúdentar, ég bið þriðja A að rísa upp og gera sér klára. Tíminn líður hratt. Stutt sem voru fyrsti A. Við höfum þann háttinn á að ég les upp hvert nafn og svo í lokinn þá klöppum við fyrir öllum. Að sjálfsögðu megið þið klappa fyrir ykkar barni, ég get náttúrulega ekki bannað ykkur það, en það er þægilegt að leyfa bara nafninu að hljóma fyrir svona allar og þið gott fyrir lófana að stýra þá, þannig að svo klöppum við bara duglega fyrir þeim í lokinn. Við byrjum á því að lesa upp nemendur af alþjóðabraut og það er 3. A. Alexis Ingi Hafliðason Lárusson. Og þá stoppa ég aðeins. Viðskiptaráð Íslands veitir verðlaun fyrir bestan árangur í alþjóðafræðum á alþjóðabraut og þau hlýtur Andrea Ösp Hansen. Bergvin Logi Ingason. Brynja Ísey Viktorsdóttir. Einar Haruka Árnason. Embla Margrét Hreinsdóttir. Enika Karen Gunnarsdóttir. Erika Líf Káradóttir. Erna Þurí Fjölvarsdóttir. Freyja Lárusdóttir. Gunnar Orri Ingvason. Heiður Karlsdóttir. Hekla Rún Óskarsdóttir. Helga Vigdís Þórbersen. Hrannar Hólm Elíasson. Iðunn Ragnarsdóttir. Klara Svæts Ágústsdóttir. Markus Ingi Ingvarsson. Mist Smáradóttir. Sara Kristinsdóttir. Sólveig Óskarsdóttir. Stefán Árni Jónasson.
Jenný Karlsdóttir, Tómas Friðriksson Magnús, Þórdís Erla Fannarsdóttir, Þuríður Anna Reynisdóttir. Þá bið ég náttúrufræðibraut líffræðilegu 3R koma hérna. Allir foreldrar tilbúin með myndavélarnar sínar ekki? Andrea Kjartansdóttir, Arnar Arason, Aron Breki Orrason, Elisabeth Oktavía Þorgrímsdóttir, Emma Dís Benediktsdóttir og ég þarf aðeins að stoppa og ílega setja upp gleraugum smá. Verðlaun til minningar Söndru Ítól. Sandra Ítól kenndi ensku hér við Verslunarskólann í rúman áratug með mjög góðan orðstír. Sandra hafði mikla ástríðu fyrir kennarastarfinu, hún hafði yndi af því að hvetja nemendur sína til dáða og sér í lagi gladdist hún með þeim nemendum sem fóru fram úr sínum eigin væntingum. Verðlaun til minningar Söndru Ítól eru veitt þeim nemenda sem sýnir mestu framfarir í ensku. Verðlaunin hlýtur Eva Stefánsdóttir 3R. Franziska Mirra Aradóttir, Guðrún Pálína Albertsdóttir, Hafdís Ólöf Ellertsdóttir, Helga Valdísdóttir Thors, og ég þarf aftur að stoppa. Háskólinn í Reykjavík veitir þeim nemenda sem skila bestum árangri í raungreinum á náttúrufræðibraut námsstyrk ásamt bókaverðlaunum. Þau hlýtur Hera Kristensen. Jón Eggert Kjartansson, Kristófer Daði Brynjarsson, Marteinn Heiðarsson, Nökkvi Fannar Halldórsson, og ég þarf að setja glöðu. Minningarsjóður Örvars og Þórhöllu. Þórhalla Arnardóttir og fjölskylda hennar stofnuðu sjóð til minningar bróður hennar Örvar Arnarsson sem lést í sviplegu fallhlífastökksslysi í Flórída. Meginhlutverk sjóðsins að aðstoða einstaklinga sem missa ástvin í útlöndum að koma þeim látna heim. Þórhalla lést fyrir 2 árum eftir hetjulega baráttu við krabbamein langt fyrir aldur fram. Hún var kennari af lífi og sál og átti mjög farsælan feril sem kennari hér við Verslunarskólann. Þórhalla hafði endalausan metnað fyrir hönd nemenda og var líffræði hennar aðalfag. Til þess að heiðra minningu Þórhöllu Arnardóttur og eru nú veitt verðlaun úr minningarsjóði Örvars og Þórhöllu fyrir bestu frammistöðu í líffræði á stúdentsprófi. Verðlaunin eru styrkur að upphæð 150.000 og þau hlýtur Ragnhildur G. Guðmundsdóttir. Reynir Örn Kristinsson, Sandra Allensdóttir, Svanborg Lilja Birkisdóttir,
Guðbjörg Ösp Gunnarsdóttir, Ingibjörg Hekla Hafstein, Jóhanna Lind Jónasdóttir, Jóhanna Melkorka Þórsdóttir, Kara Sigurbjörg Sveinsdóttir, Kári Flosason, Kolfinna Georgsdóttir, Laufey Arna Jónsdóttir, Matthildur Birta Sverrisdóttir, Snædís Sara Ragnarsdóttir, Snæþór Marías Sigurðsson, Stefania Margrét Ágústsdóttir Hafberg, Stefán Emil Ólafsson, Sunna Rós Ólafsdóttir, Tanja Rut Guðmundsdóttir, Valdís Eva Guðjónsdóttir, Þórunn Bergljót Hafstein, þá ætla ég að biðja þriðja tíðmötur. Leið og þeir að koma ykkur þetta fyrir, þá minni ég ykkur á að líta aðeins inn í sal þegar þeir eru búin að taka við skiptirinn. Foreldrar ykkar vera kátir með það. Bryndís Eiríksdóttir, Emma Ír Guðmundsdóttir, Guðrún Jónsdóttir, Gunnar Andri Arnbjörnsson, Hannes Blöndal, Heiðdís Emma Sigurðardóttir Jónsen, Helena Einarsdóttir, Ísold Davíðsdóttir Pitt, Karen Lind Ingimarsdóttir, og nú þarf ég að lesa. Styttunefnd Merkúrstyttunnar, sem hér hefur samþykkt að í ár hljóti Kládía Kúlusevits Merkúrstyttuna til varðveislu í 1 ár. Kládía hefur farið í gegnum krefjandi tímabil og tekist á við erfið verkefni. Kládía einbeitt og metnaðarfull og hefur, þrátt fyrir þrengingar, uppskorið vel bæði í námi og félagslífi. Seigla eftirsóknarverður eiginleiki í fari nemenda sem takast á við kröfuhart nám. Í orðinu seigla felst þrjóska, dugnaður og þolinmæði. Með seiglu sinni Kládía holl fyrirmynd fyrir nemendur sem þurfa að takast á við mótlæti og vinna sig úr þeim með eljusemi og jákvæðni. Kládía Kúlusevits. Kristín Hvönn Þorvaldsdóttir, Logi Traustason, Magdalena Sigurjónsdóttir, Rakel Ír Fjölnisdóttir, Salka Kaldal Birgisdóttir, Steinunn Soffía Hauksdóttir.
er komið að þriðja U og við byrjum á Aðaldís Emma Baldursdóttir. Anna Fríða Ingvarsdóttir. Ásdís Ólafsdóttir. Baltasar M. Vetholm Gunnarsson. Birta Stefánsdóttir. Bjarney Edda Lúðvíksdóttir. Bríet Sturlaugsdóttir. Elísa Björnsdóttir. Ethel Gyða Bjarnasen. Eva Júlía Birgisdóttir. Eva Kærnested. Flóki Flóriansson Sink. Gabriel Ingi Benediktsson. Guðný Helga Garðarsdóttir Ólesen. Hildur Þóra Skúladóttir. Hrönn Falksdóttir Kruger. Ingunn Erla Bjarnadóttir. Leandra Náttsól Salva Móser. Leo Ólafsson. Ragnheiður Milla Sveinsdóttir. Sandra Rós Hjörvarsdóttir. Og nú þarf ég aðeins að lesa. Já, ég verð að taka þetta. Bókaverðlaun frá Efnafræðifélaginu fyrir bestan árangur í efnafræði á líffræðisviði hlýtur Sandra Lind Björgvinsdóttir 3. U. Það er Sara Lind Björgvinsdóttir fyrirgefðu. Það vontu að Glerung skil ekki betri árangri en þetta. Sigurður Ingi Halldórsson. Silja Björg Skúladóttir. Trausti Þráinsson. Vaka Líf Kristinsdóttir. Og þá erum við komið að nemendum á náttúrufræðibraut eðlisfræðilínu og það er 3. X og fyrstur þar Adam Eli Ómarsson. Arnþór Sævarsson. Það er einn aftur Gleraugun. Bókaverðlaun skólans fyrir afburða árangur í spænsku hlýtur Bergþóra Katrín Valsdóttir. Birkir Hrannar Diego. Til hamingju frændi. Og ég seti upp Gleraugun. Við þurfum að lesa bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunn í eðlisfræði á eðlisfræðilínu hlýtur Bjartþór Steinn Alexandersson. Grípur þetta bara í leiðinni.
Brynja Dögg Benediktsdóttir. Daniel Máni Einarsson. Geratas Slapikas. Guðmundur Daði Kristjánsson. Herborg Sindradóttir. Hulda Kristín Þórsdóttir. Ívar Armin Derayat. Júlia Kristín Jóhannesdóttir. Konráð Björn Ketilsson. Kristján Daði Runólfsson. Lára Guðný Hjaltalín Þorsteinsdóttir. Margrét Þóra Björgvinsdóttir. Mikael Bjarki Ómarsson. Þá þarf ég að setja gleraugun. Stærðfræðifélag Íslands veitir hæstu nemendum í stærðfræði bókaverðlaun og það er Ragna María Sverrisdóttir, 3. X. Og ég held áfram að lesa. Komdu samt hérna nær bara, allt í góðu. Bókaverðlaun skólans fyrir hæstu einkunn í eðlisfræði á eðlisfræðilínu hlýtur Ragna María Sverrisdóttir. Og við erum ekki hætt. Verðlaun Hjartar Jónssonar veitir peningaverðlaun og bók fyrir færni í móðumáli. Ragna María Sverrisdóttir. Gjörðu svo vel. Sólveig Líf Jónsdóttir. Sævar Reynisson. Thelma Rún Axelsdóttir. Og þá er það 3. Upsilon, Aðalsteinn Þorsteinsson. Almar Daði Harðarsson. Anna Valdís Garðarsdóttir. Ari Tómas Hjálmarsson. Það er farið að fara slíf í salinn. Geir Logi Þórisson. Og ég þarf að lesa. Franski sendiherrann á Íslandi ásamt Alliance Française býður afburðanemendum í frönsku til sín í móttöku og gefur þeim gjöf. Þau verðlaun ásamt bókagjöf frá skólanum hlýtur Gerður Katrín Lárusdóttir. Hekla Sif Sævaldsdóttir. Helga Diljá Jörundsdóttir. Ingunn Sif Ísorena Þórðardóttir. Jóel Arnar Sævarsson. Og við þurfum að lesa. Konur sem kjósa aldarsaga verður veitt þeim nýstúdent sem besta námsárangur hefur hlotið í sögu á stúdentsprófi og er að ræða minningagjöf Þorgerði H. Þorvaldsdóttur sem var einn af höfundum bókarinnar og lést 25. júlí 2020 síðastliðinn. Þorgerður var sagna- og kynjafræðingur. Hún vann að fjölbreyttum rannsóknarverkefnum sem flest snerust með einum eða öðrum hætti jafnrétti í víðum skilningi, kynjaða menningu og kynjaímynd á 20. og 21. öld.
Bókaverðlaun fyrir námsárangur í sögu hlýtur Kolbrún Hilda Gunnarsdóttir. Leo Sakamoto Kolbeinsson. Lóa María Jónsdóttir. Rebekka Rut Harðardóttir. Róbert Eli Árnason. Og við stoppum hans. Stærðfræðifélag Íslands veitir hæstu nemendum í stærðfræði bókaverðlaun og það er Salka Heiður Högnadóttir. Sigurður Sindri Hallgrímsson. Símon Patrik Katol. Snæfríður Eva Eiríksdóttir. Stefán Gíslason. Stefán Geir Hermannsson. Tómas Hilmarsson. Valur Kristinn Starkarðarsson. Veronika María Sirek. Þá hérna einn nemandi sem að flýta sér. Hann á að vera í seinni athöfninni en hann að fara að keppa í fótboltavætti. Hann semst að útskrifast úr hinum hópnum. Hákon Dagur Matthíasson. Og svo af opinni braut Áslaug María Guðjónsdóttir. Og einnig af opinni braut í fjarnámi Birgir Steinn Styrmisson. Og Hrafnhildur Haraldsdóttir. Nú held ég að sé ráð að taka fram myndavélarnar og vera tilbúin því að þetta er skemmtileg myndataka og gott myndefni. Ég ætla að biðja nýstúdenta að rísa úr sætum, gjöru svo að rísa úr sætum. Og nú ætla ég að biðja nýstúdenta að setja upp húfuna. Gjöru þið svo vel. Þið megi alveg standa áfram því að þið ætlaði að fara að syngja. Mögulega það sem þau kveið mest fyrir í allan dag. Ég ætla að fá undirleikara hingað upp og ég bið ykkur endilega að skoða dagskrána og hjálpa þeim við að syngja Gaudeamus. Reynslan hefur sýnt að stúdentsefnum okkar veitir ekki afsmá aðstoð. Þannig hvet ykkur eindregið til þess að taka þátt í þessum fallega stúdentasöng sem að mærir bæði lífið og menntun. Gjörðu þið svo vel.
Góðir gestir, árið 2005 var stofnaður aldarafmælissjóður skólans eða VAFFI 100 eins og hann kallaður. Sjóður þessi var stofnaður af fyrrum nemendum í tilefni af 100 ára afmæli skólans og var stofnframlag í sjóðinn 50 milljónir. Í skipulagsskrá sjóðsins segir meðal annars að árlega skuli sjóðurinn styrkja valda nemendur skólans með fjárframlagi þegar þeir flytjast á milli ára eða þegar þeir ljúka námi með stúdentsprófi. Skal við það miðað að styrkþegar hafi sýnt afburða námsárangur eða lagt verulega af mörkum til skólans á annan hátt. Námsárangur útskriftarnema var góður í ár. 22 stúdentar brautskrást með ágætis einkunn en það aðaleinkunn 9,0 eða hærra. Þó að nokkuð skýrt sé kveðið á það í skipulagsskrá sjóðsins hvernig skuli úthluta úr sjóðnum alltaf erfitt að velja þá nemendur sem teljast hafa skarað fram úr. Veitt verða verðlaun til þeirra nemenda sem fengu einkunnina 9,5 eða hærra á stúdentsprófi. Alls það 8 stúdentar sem falla þar undir. Hér á meðal 4 nemendur úr þessum hópi sem raðast á bilinu 3 til 8. Hlýtur hvert sig námsstyrk að upphæð 150.000 krónur úr VAFFI 100 sjóðnum og að auki bókagjöf frá skólanum. Ég bið þau að koma fram á sviðið þegar ég kalla þau upp. Salka Heiður Högnadóttir. Mikael Bjarki Ómarsson, 3X. Kolbrún Hilda Gunnarsdóttir. Salka Heiður Högnadóttir. Já, fyrirgefiði, það Bjartþór Steinn Alexandersson. Og nú gef ég Bryndísi Hrafnkelsdóttur, formanni skólanefndar, orðið. Gjörðu svo vel, Bryndís. Kæru gestur, kæru nýstúdentar. DUX skólans í ár hefur sýnt fram á afburðarnámsfærni öll sín ár hér í Versló. En það ekki bara innan veggja skólans sem að hún sýnir afburðarfærni sína, heldur hefur hún einnig verið efst í landskeppnum í stærðfræði og eðlisfræði. DUXin okkar hefur þegar keppt á ólympíuleikum í stærðfræði og í sumar förinni heitið á ólympíuleika í eðlisfræði ásamt Bjartþóri Steini sem hér stendur einnig á sviðinu. DUX skólans fær námsstyrk af fjárhæð 500.000 krónur úr VAFFI 100. Það mér mikil ánægja að biðja DUX skólans Rögnu Maríu Sverrisdóttur með aðaleinkunnina 10 að koma hingað upp og veita styrknum viðtöku auk bókaverðlauna frá skólanum. Aldeilis glæsilegt. Þá komið að kveðju ávarpi nýstúdenta. Það Helga Valdís Thordersen, formaður Hagsmunaráðs, sem ætlar að koma hér upp.
og flytja tölu til ykkar nýstúdenta og gesta. Ég heiti reyndar Helga Vigdís, en alltaf Kæru nýstúdentar, fjölskylda, starfsfólk og aðrir góðu gestir. Ég man ennþá eftir bjart ágústdeginum þegar við gengum öll í fyrsta skipti í skólan. Þetta voru tímamót í mínu lífi, þar sem í fyrsta skipti þá þurfti ég að fara í skólan í strætó. En ég fór með strætisvagni númer 55 alla leiðina frá Njarðvík. Já, með fersprungukrem og nýstrípa hár, orðin ekta verslingur. Eftir að fengi kynningu á skólanum frá skólastjórnendum í Bláa sal, var förinni heitið að taka myndir á okkur. Á þessari mynd endaði að vera hvítar en veggurinn, en hún var notuð á Innu alla skólagöngu mína. Ég var þó ekki ein í að eiga ömurlega Innumynd, en ég held að við tengjum flest við það og ég get talað á annarri hendi fólki sem var með góða Innumynd. Ég held nú samt að Helga sem steig inn í skólan þennan ágústa hafi engan veginn gert sér grein fyrir þeim rússíbana sem skólagangan yrði. Og sennilega gerði þið það ekki heldur. Þeirri Helgu hefði aldrei dottið í hug að hún myndi standa hér í dag. Ég er á verð skólanum ævinlega þakklát, þó ég hafi nú aldrei fengið yfir 5 í meðaleinkunn í stærðfræði, að þá fékk ég bara í staðinn eignast mína bestu vini og kynnast öllu því frábæra fólki sem skólinn býr að, þá bæði nemendur og starfsfólki. Takk Kristín fyrir að leyfa mér að búa hjá þér á tímabili. En dagurinn í dag eru tímamót og erum við öll full af eftirvæntingu fyrir því sem er í vændum. Og ég vil raun líta svo á að Versló er einungis byrjunin á öllu því frábæra sem við munum áorka í lífinu. En nú stefna vegir okkar í mismunandi áttir og ég býð spennt eftir að hitta ykkur á förnum vegi og heyra öllu því frábæra sem þið hafi gert og eru að gera. Því að þó við hættum að hittast í skólastofunum eða á ganginum, í matbúð eða á marmaranum og að leiðir okkar liggja ólíkar slóðir, munum við alltaf eiga það sameiginlegt að vera verslingar. Og býð spennt eftir í framtíðinni að geta sagt börnunum mínum að þessi sem við erum að horfa á í sjónvarpinu eða lesum í fréttunum hafi verið með mér í Versló. Þegar ég horfi yfir salinn hér í dag sé einstaklingar sem lögðu mikið á sig til að ná þessum stóra áfanga og er ég þakklát fyrir að vera með hverju og einu ykkar í árgangi. Við erum öll ótrúlega ólík og höfum því þurft að komast yfir ólíka hluti til að ná þessum áfanga. En við höfum líka upp á mismunandi kost að bjóða og telja það spila inn í hversu frábær þessi árgangur er. Ég vil þið munið að við getum öll náð því sem við ætlum að gera okkur með dugnað og elju. Við getum öll gert það sem okkur dreymir og ekki einungis því við erum klár, heldur líka því við erum tilbúin í að leggja okkur fram til að ná markmiðum okkar. Okkur eru allir vegir færir, sama hversu ólík ferðalög okkar verða í gegnum lífið. Mér langaði að fá að lesa brot úr ljóði eftir Einar Benediktsson sem heitir Fákar. Í morgun ljóman er lagt af stað, allt logar af dýrð, svo vítt sem er séð, sléttan opna sem óskrifað blað, þar akurey blettar, þar skyggir í tréð. Menn og hestar á hásumardegi í hóp á þráðbeinum skínandi vegi. Með nesti við bogan og bika með, betra og dauðlegur heimurinn eigi. En eins og segir í ljóðinu, þá er sléttan framundan, opinn og óskrifað blað, og heimurinn er okkar. Þetta er tíminn þar sem við getum ákveðið hvert líf okkar stefnir og hvað við viljum gera. Mér langar að lokum að þakka ykkur öllum fyrir samveruna síðustu 3 ár og allan þroska sem ég hef öðlast yfir þessi 3 ár. En að lokum vil ég bara segja takk Versló.
Kærar þakkir fyrir þennan fallega flutning Helga Diljá. Helga Diljá nýstúdent af náttúrufræðibraut og hefur stundað fiðlunám frá 4 ára aldri. Ég má til með að segja ykkur, fyrir ári síðan lauk hún framhalds- og burtfararprófi frá Menntaskólanum í tónlist og stundar nú nám við Listaháskóla Íslands í fiðluleik. Og ef mér skjáttast ekki, þá hyggur hún á fiðlunám við Konunglega tónlistarháskólann í Kaupmannahöfn í haust. Gefum henni aftur gott klapp. Kæru nýstúdentar, til hamingju með stúdentsprófið ykkar. Fyrir hönd starfsmanna skólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með þennan áfanga. Með stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands í hendi ykkur allir vegir færir, en það veitir inngöngu í hvaða háskóla sem hérlendis og erlendis. Þið hafið sýnt það á síðustu árum að þið eru sterkir námsmenn og geti tekist á við hvaða nám sem Vandið, valið og hvað sem þið gerið, leggið ávallt metnað í öll ykkar störf. Nú skólagöngu ykkar í Verslunarskóla Íslands formulega lokið. Ný og spennandi ævintýri bíða ykkar, en einnig líf hinna fullorðnu sem getur stundu verið smá snúið en líka spennandi. Á síðustu 3 árum hafið þið farið frá því að vera börn í það að verða fullorðnir einstaklingar. Ný vinasambönd hafa myndast og gömul orðið enn sterkari. Verið ávallt trú í því sem þið gerið og standið með sjálfum ykkur. Lífið alls konar, verið óhrædd við að prófa nýja leiðir, en ykkar kynslóð stendur frammi fyrir miklum áskorunum, hvort sem horft til heimsmálana eða tækni þróunar. Látið til ykkar taka og nýtið alla þá hæfileika sem þið búið yfir. Kæru nýstúdentar, nú þegar þið farið í ýmsar áttir, þá dregur úr daglegum samskiptum ykkar á milli. Ég vil hvetja ykkur til að halda tengslum og rækta vináttuna sem myndast hefur í Versló. Að tilheyra hópi, árgangi sem útskrifast saman dýrmætt. Það kemur að því að leiðir ykkar liggja aftur saman fyrr eða síðar, allavega eftir 5 ár, þegar þið fáið boð að mæta á stúdentafagnað afmælisárganga skólans. Góðir gestir, það komið að lokum þessarar athafnar. Eins og ég sagði í upphafi, þá erum við að ljúka 100. og 19. skólaári Verslunarskóla Íslands. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf í vetur, starfsfólki, nemendum og foreldrum. Þá vil ég sérstaklega þakka þeim starfsmönnum sem láta nú á störfum eftir áratuga starf. Verslunarskólinn einstakur vinnustaður, en það ríkir mikil vinátta og virðing manna á milli. Takk kærlega fyrir ykkar framlag til skólans og nemenda hans í öll þessi ár. Takk. Að lokum, hamingjuóskir til ykkar elsku nýstúdentar. Megi gæfan og gleðin fylgja ykkur ókomin ár. Framtíðin ykkar. Nemendur munu núna fara í myndatöku hérna á bakvið, þannig að þau hitt ykkur bara hérna fyrir utan þegar þau eru búin að fara í myndatöku. Takk fyrir.
Góðan daginn kæru samnemendur sem og aðstandendur í sal og gleðilegan útskriftadag. Við erum hljómsveitin Dóra og Döðlurnar og erum nokkrar hér að útskrifast úr Versló og fáum þann heiður að spila fyrir ykkur eitt lítið lag svona í tilefni þess að við þurfum aldrei framar að reyna að finna stæði á Verslóbílastæðinu. En lagið sem varð fyrir valinu er lag eftir okkur sem hefur fengið heitið Gatnamót vegna þess að útskrift sem þessi er fátt annað nema eins konar gatnamót í lífi okkar allra. Þannig að það er sannur heiður að fá að spila fyrir ykkur og ef ykkur finnst þetta geggjað lag þá megið þið hlusta á það á Spotify. En ég er hætt að blaðra, við erum Dóra og Döðlurnar og við þökkum kærlega fyrir okkur.
Kæru nemendur, kæra samstarfsfólk og ágætu gestir. Verið hjartalega velkomin hingað í Borgarleikhúsið á þessum gleðidegi þegar nemendur Verslunarskóla Íslands fagna námslokum sínum og setja upp hvíta kollinn. Það var stúlknasveitin Dóra og Döðlurnar sem hóf þessa athöfn með stæl með frumsöndu lagi Gatnamót. Hljómsveitina skipa Auður, Bára Katrín og Dóra, nemendur á nýsköpun og listabraut, Hekla Sif, nýstúdent, síðan áðan að náttúrufræðibraut, Guðrún, stúdent frá skólanum fyrir 2 árum og Emma, nemandi í MH. Bára Katrín er höfundur lags og texta og til gamans má segja frá því að hún hafnaði í öðru sæti í söngkeppni framhaldsskólana þar sem hún einmitt söng þetta fallega lag Gatnamót. Kæru gestir, í dag lýkur 119. starfsári Verslunarskóla Íslands með brautskráningu 330 stúdenta sem hafa stundað nám við skólann síðustu 3 ár. Við erum einstaklega ánægð að geta haldið þessa hátíðarstund hér í Borgarleikhúsinu hjá okkar góðu nágrönnum. Ég vona að þið hafi öll fengið dagskrá í hendurnar en þar er hægt að sjá fyrirkomulagið í athöfninni. Í dag eru 2 útskriftir, þið eru sérstætt komin á seinni, þar sem við skiptum nemendahópnum í 2 vegna fjölda og náum þannig að hafa hvora athöfn fyrir sig, hæfilega langa og allir fá að njóta sín. Ég vek sérstaklega athygli á texta Gáti Amus en á eftir ætlum við öll að syngja saman og hærra heldur en áðan. Góðir áheyrendur, Verslunarskóli Íslands var stofnaður árið 1905 þar sem þörf var fyrir skóla sem lagði áherslu á að mennta nemendur í undirstöðu greinum verslunarreksturs. Með árunum þróaðist skólinn og námsframboð varð fjölbreyttara. Árið 1942 tilkynnti Háskóli Íslands að við skólann yrði framvegis boðið upp á nám í viðskiptafræði og í kjölfarið fór skólanefnd Verslunarskólans að velta fyrir sér hvort grundvöllur væri fyrir því að Verslunarskólinn fengi að útskrifa stúdenta en á þeim tíma voru bara 2 skólar sem útskrifuðu stúdenta, Menntaskólinn í Reykjavík og Menntaskólinn á Akureyri. Það þótti ekki sjálfsagt mál að Verslunarskólinn fengi að bætast í þann hóp og var því jafnvel haldið fram að með þessu væri verið að gjaldfella stúdentsprófið. Margt hefur breyst frá þessum tíma og það efast vonandi enginn í dag ágæti þess prófs sem nemendur skólans hljóta hér í dag. Til gamans þá voru fyrstu nemendunum sem brautskráðust með stúdentspróf frá skólanum 7 talsins árið 1945. Heldur betur fjölga síðan. Ágætu gestir. Skólastarf vetrarins gekk mjög vel og nóg að vera. Annað ári í röð tóku allir nemendur á fyrsta ári 367 talsins þátt í stóru þróunarverkefni þvert á námsgreinar þar sem unnið var með samvinnu og sjálfræði nemenda. Það var einstaklega ánægjulegt að verkefnið og skólinn fengu tilnefningu til íslensku menntaverðlaunanna í flokki skólaþróunarverkefna. Þá hlaut Verslunarskólinn einnig viðurkenningu fyrir alþjóðastarf sitt þegar skólinn hlaut Evrópuverðlaun fyrir nýsköpun í kennslu. Verðlaunin voru veitt alþjóðlegu samstarfsverkefni 6 skóla sem kennarar og nemendur skólans tóku þátt í. Við erum virkilega stolt af því þegar skólastarfi okkar hlýtur viðurkenningar sem þessar en heiðurinn af þeim á okkar framúrskarandi hópur starfsmanna og nemenda. Skólastarf er í stöðugri þróun og varð engin breyting á því í vetur. Unnið hefur verið í að endurskoða alla námsbrautir skólans og munu nýnemar sem hefja nám í ágúst innritast á nýjar og endurbættar námsbrautir. Helstu breytingarnar eru að efla á færni nemenda í ritun og þá hefur verið gerðar breytingar á áföngum á einstaka brautum til að búa nemendur enn betur fyrir frekara nám. Í vetur voru einnig ýmsar breytingar innleiddar í skólastarfinu. Má þar nefna breytingar á fjölda áfanga í próftöflu með það að markmiði að jafna álag yfir önnina hjá nemendum og kennurum,
Þá voru tekin upp þriðjudagspróf með það að markmið að hægt var að prófa alla nemendur á sama tíma í sama áfanga og þetta eykur samræmi á milli bekkja, til dæmis í símats áföngum. Þá gerðum við breytingar á stofuskipan í skólanum til að bæta skólabraginn og auka samstöðu á milli árganga. Nemendur sem sitja hér í dag eiga stóran þátt í að stofubreytingarnar gengu vel og eiga bestu þakkir fyrir. Þá voru símabox sett í allar kennslustofu skólans og munum við fylgja notkun þeirra enn betur eftir á næsta ári, því ég tel að við getum öll verið sammála að óhófleg notkun farsíma hefur truflandi áhrif á einbeitingu okkar og sú truflun á ekki heima í kennslustofum skólans. Það hefur líklega ekki farið fram hjá neinum að miklar framkvæmdir hafa staðið yfir á húsnæði skólans síðustu 2 ár og það stefnir loksins í verklok. Búið að skipta alla glugga í eldri byggingu og steina húsið aftur í nýjum litum. Nemendur og starfsfólk skólans eiga hrós skilið fyrir þolinmæði sína en ekki hefur ein kennslustund fallið niður vegna framkvæmdanna þó stundum hafi tilefni verið til. Það má segja að það hafi verið ákveðin upplifun í haust þegar okkur var bókstaflega pakkað inn í plast en það var gert svo hægt væri að steina húsið í nóvember og desember varið fyrir veðri og vindum. Útkoman af framkvæmdunum að okkar mati glæsileg og mikil andlitslyfting fyrir húsnæðið. Á þessu skólaári voru nemendur í dagskóla alls 1049. Flestir stunduðu nám á viðskiptabraut eða 451. Á náttúrufræðibraut voru 442 nemendur, 77 nemendur á nýsköpun á listabraut og 79 nemendur á alþjóðabraut. Inn í þessum tölum ekki þeir fjölmörgu nemendur sem stunduðu nám í fjarnámi við skólan en á liðnum vetri skráðu 782 einstaklingar sig ýmist í einn eða fleiri áfanga í fjarnámi. Á skólaárinu sem senn að ljúka störfuðu 115 starfsmenn við skólan, þar af 85 kennarar. Starfsmannahópurinn einstakur og starfsmannavelta lítil sem engin, sem ég tel mikinn gæðastimpil á starfsumhverfi skólans. Ég vil nota tækifæri hér og þakka öllu starfsfólki skólans fyrir þeirra góðu störf í þágu nemenda í vetur. Skólinn væri ekki það sem hann án ykkar. Kæru stúdentsefni, það komið að kveðjustund þó það virðist samt vera svo stutt síðan þau hófu skólagöngu ykkar í Versló. 3 ára námi nú lokið og við taka ný og spennandi verkefni með fjölmörgum áskorunum af ýmsu tagi. Sumir fara strax í nám en aðrir máta sig á vinnumarkaði og þá eru alltaf einhverjir sem leggja land undir fót og skoða heiminn. Stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands gefur ykkur fjölmarga möguleika og gott veganesti í því sem bíður ykkar. Verið óhrætt við að prófa ykkur áfram og elta drauma ykkar. Nú kveðjið þið skólan ykkar og kennara hans eftir 3 ára skólagöngu sem hefur verið viðburðarík, stundum erfið en vonandi umfram allt lærdómsrík og skemmtileg. Ég get fullvissa gesti hér í salnum að þetta 3. og síðasta ár í skólanum var tekið með trompi. Námið auðvitað í forgangi en einnig fóru mörg ykkar í ýmsar ferðir erlendis, til dæmis í tengslum við valgreinar. Ég fékk að fylgja ykkur til Póllands þar sem við heimsóttum sögufræga staði og skelltum okkur síðan á landsleik Íslands og Úkraínu í fótbolta þegar Ísland var í dauðafæri að komast á EM. Þið lærðu ýmislegt annað en það sem stendur í kennslubókunum en þið rákuðu einnig í vetur heilt nemendafélag sem í raun eins og meðalstórt fyrirtæki. Það skal enginn efast lærdóminn sem felst í því að halda utan nefndastörf, setja upp leiksýningu, halda söngvakeppni í Hörpu, breyta íþróttahúsi í leikhús, standa fyrir útgáfu blaða, skipuleggja góðgeraviku, þjálfa upp spurningalið og ræðulið, undirbúa íþróttamót og halda 1200 manna böll. Ég gæti lengi haldið áfram að 10. allt sem gert var. Þá hefur 3. bekkjarráð haldið vel utan árganginn og staðið fyrir fjáröflunum, gefið út spékrímu, haldið gala og ég tala nú ekki skipulagt útskriftaferð sem verður farin ekki á morgun heldur hinn.
Þið muni bara kjósa áður en farið að landi brott. Við þetta tækifæri vil ég þakka stjórn nemendafélagsins og þriðjubekkjaráðinu fyrir frábært samstarf í vetur. Það ómetanlegt fyrir þann sem í minni stöðu að geta átt heiðarleg og opinská samskipti við nemendur og finna að það hægt að treysta þeim í því sem þau eru að gera. Kæru gestir, hér á sviðinu sitja 170 nemendur sem útskrifast nú af nýsköpun- og listabraut, viðskiptabraut og opinni stúdentsbraut. Allar námsbrautir skólans hafa sín sérkenni sem koma fram á seinni hluta námstímans. Nemendur á nýsköpun- og listabraut létu til sín taka í vetur og sett upp glæsilega listahátíð Lúví, þar sem þau sýndu eigin verk. Þá átti bekkurinn sína fulltrúa í félagslífi skólans í hinum ýmsu hlutverkum. Nemendur á viðskiptabraut unnu hörðum höndum á vorin í lokaverkefnis áfanga brautarinnar frumkvöðlafræði. 40 fyrirtæki urðu til í heimastofum bekkjana og nýsköpun var mikil. Fyrirtækin tóku þátt í keppni ungra frumkvöðla en þar komu saman 160 fyrirtæki frá 15 framhaldsskólum. Af þeim 30 fyrirtækjum sem komust í úrslit ungra frumkvöðla voru 13 frá Versló. Og í verðlaunasætum enduðu 6 fyrirtæki frá skólanum, þar á meðal sigurvegara keppninnar. Netaprent með skemmtilega viðskiptahugmynd en hún gengur út á að framleiða þrívítar prentefni sem unnið úr fiskinetum. Spáið því. Netaprent skipað 4 nemendum úr 3. H sem á leið til Sikileyjar í júlí til að keppa fyrir Íslands hönd í Evrópukeppni ungra frumkvöðla. Þá langar mig að nefna frábært samstarf sem við eigum við nokkur fyrirtæki varðandi stafrænu viðskiptalínu skólans. En nemendur á lokaári fara einu sinni í viku í vinnustaðanám hjá samstarfsfyrirtækjunum og vinna þar verkefni í tengslu við stafræna þróun, en þessi fyrirtæki eiga það öll sameiginlegt að vera framarlega í þeirri vegferð. Það þroskandi að taka þátt í þeim fjölmörgu skólaverkefnum sem krefjast góðra vinnubragða og gagnrýnar hugsunar. Fjölbreytni í nemendahópnum okkar mikil og það ávallt gaman að fylgjast með nemendum reyna sig við ólík viðfangsefni innan sem utan skólans með góðum árangri. Hér fyrir aftan mig eru nemendur með endalausa hæfileika. Þau eru bara mögnuð. Hér afreks íþróttafólk sem nær með mikilli vinnu og góðu skipulagi að stunda nám sitt vel og skara fram úr í sinni íþróttagrein. Og við erum einnig með hæfileikaríkt tónlistarfólk sem á eftir að ná langt. Við njótum þess að fá að heyra brot af því hér í athöfninni. Þið heyrið að ég eiginlega spring úr stolti af þessum fjölhæfa og duglega hópi ungs fólks. Og ég get fullvissað okkur sem eldri eru að við þurfum ekki að hafa áhyggjur af framtíðinni. Þau eru svo með þetta. Kæru stúdentsefni. Á stundu sem þessari rétt að staldra við og þakka þeim sem hafa hvatt ykkur áfram í því ferðalagi sem senn að ljúka. Fjölskyldur ykkar hafa staðið þétt við baki á ykkur og gleðjast hér í dag. Þá líka rétt að þakka þeim fjölmörgu kennurum og starfsmönnum skólans sem hafa á einn eða annan hátt tekið þátt í þeim árangri sem þið uppskerið í dag. Og fyrir hönd starfsmanna skólans þakka ég ykkur fyrir samfylgdina síðustu árin. Við kveðjum ykkur í dag með stolti og söknuði en á sama tíma hlökkum við til að fylgjast með ykkur í komandi framtíð. Nú komið að því sem þið hafið stefnt að síðustu 3 árin, að útskrifast frá skólanum með stúdentspróf. Þessi tímamót í lífi ykkar stór áfangi. Nú vil ég biðja Þorkel Díego, aðstoðarskólastjóra, að taka við og hefja brautskráningu. Takk. Kæru gestir, gaman að fá ykkur öll hérna í hús og vera með ykkur hérna og þið megið svo sannarlega vera stolt af þessum glæsilega hóp. Ég ætla aðeins að segja frá svona fyrirkomulaginu. Við erum í beinu streymi og þannig að ég les upp hvert nafn og við klöppum ekki fyrir bara í lokin svo að hérna hvert nafn fá að hljóma í salnum fyrir fólki sem heima í streymi. Ég
ætla að biðja ykkur nemendur, sviðið er ykkar, þeir sem eru í B-bekk vinsælast rísið á fætur og við skulum gera okkur klár. Fyrst til að hljóta stúdentskírteini sín eru nemendur á nýsköpunar- og listabraut í 3. B og fyrst er Aðalheiður Braga Benediktsdóttir. Gjörðu svo vel og til hamingju. Það má alveg fagna sínum, það er allt í lagi. Agnes Gía Guðmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Til hamingju. Auður Árnadóttir. Bára Katrín Jóhannsdóttir. Breki Steinn Þorláksson. Dóra Bjarkadóttir. Einar Örn Gíslason. Elín Björn Valsdóttir. Ekki gleyma að lítinn í sal, foreldrar ykkar verða mjög ánægðir með það. Eskil Einarsson. Freyja Mæjer. Helga Sif Gunnarsdóttir. Iðunn Ingólfsdóttir. Inga Sif Bjarnadóttir. Ingibjörg Hulda Valdimarsdóttir. Katrín Ír Erlingsdóttir. Lilja Rán Gunnarsdóttir. Matthildur Sveinsdóttir. Móeiður Ylva Káradóttir. Nína Ísafold Daðadóttir. Og nú þarf ég að lesa. Bókaverðlaun skólans fyrir besta árangur í listgreinum á nýsköpunar- og listabraut hlýtur Ragnheiður Þorbjarnardóttir. Saga María Sæþórsdóttir. Sigríður Svava Kristinsdóttir. Sóley Rán Kristinsdóttir. Sólon Thorberg Helgason. Sólveig Ágústa Aradóttir. Sólveig Áróra Eyjólfsdóttir. Unnur María Matthíasdóttir. Vaka Tómasdóttir. Og þá hljóta skírteini sín nemendur á viðskiptabraut stafrænni línu. Í 3. D, Ari Sigurður Brím. Bjarki Steinsen Arnarsson. Dagur Orri Rakelason Patreksson. Davíð Steinn Bjarnveigarsson Magnússon. Emilía Ósk Guðmundsdóttir. Emilía Kristinsdóttir.
Fanney Inga Birkisdóttir. Hafdís Rut Halldórsdóttir. Högni Héðinsson. Martin Halldórsson. Mikael Hrafn Helgason. Og ég þarf að lesa. Minningarsjóður Frank M. Mikkelsen var stofnaður í minningu Frank M. Mikkelsen framkvæmdastjóra sem var nemandi hér við skólann fyrir tæpum 3 áratugum síðan. Verðlaunin sem eru Mikkelsen úr veitt þeim nemanda sem bestan árangur hlýtur af stafrænni línu viðskiptabrautar. Þau hlýtur Nói Pétur Ásdísarson Guðnason 3. D. Óðinn Ívarsson. Óttar Páll Vendel. Saga Magnúsdóttir. Sara Lind Finnsdóttir. Selma Leifsdóttir. Sigurdís Björgvinsdóttir. Steinar Sverrir Ragnarsson. Sölvi Haraldsson. Unnur Erla Ívarsdóttir. Þorsteinn Jang Hjaltason. Og þá útskrifum við nemendur af viðskiptabraut viðskiptalínu. Það 3. E. Aðalheiður Ingibjörg Kolbeins Hilmarsdóttir. Alexandra Sif Hinriksdóttir. Anna Arnbjarnardóttir. Bryndís Gunnlaugsdóttir. Egill Helgi Guðjónsson. Elma Dís Viðarsdóttir. Hrafn Goði Ingvarsson. Hrafnhildur Davíðsdóttir. Hugrún Lóa Kvaran. Jósef Ímir Jensson. Katrín Angela Jónsdóttir. Kristín María Þrastardóttir. Oliver Tór Heiðarsson. Ólafur Þorsteinn Árnason. Sara Mist Helgadóttir. Stefán Leo Garðarsson. Stefán Bogi Guðjónsson. Tanja Rós Baldvinsdóttir. Viktor Sigurðarsson. Yogita Singh. Þór Trausti Steingrímsson. Örn Ragnarsson.
og þá áfram af viðskiptabraut viðskiptalínu og það er 3. bekkur F, Brynja Kristín Bertelsdóttir. Elías Muni Eyvindsson. Eva Natalía Samuelsdóttir Valberg. Hafsteinn Einarsson. Herdís Milla Harðardóttir. Hugrún Þorbjarnardóttir. Júlíana Magnúsdóttir. Júlíus Valdimar Guðjónsson. Kasper Skóra. Lilja Davíðsdóttir Skeving. Magnús Hjaltason. Margrét Eva Borgþórsdóttir. Það er einbeitt. Salka Mey Andrésdóttir. Sara Rut Kærnested. Stefán Gunnar Mokk. Stefán Magni Stefánsson. Telma Jóhannsdóttir. Tómas Berg Þórðarsson. Viktor Ernir Oddgeirsson. Þengill Orrason. Þórey Anna Friðjónsdóttir. Þórunn Ásta Ímsland. Örnólfur Sveinsson. Og þá áfram á viðskiptabraut viðskiptalínu, Arnaldur Máni Birgisson. Atli Ármannsson. Björgvin Hugi Ragnarsson. Bryndís Rósa Armesto Nuevo. Eiður Áki Arnarsson. Freyja Fönn Traustadóttir. Friðrik Gauti Friðriksson. Og ég þarf að lesa. Hæstu einkunn í ensku veitir skólinn bókaverðlaun og þau hlýtur Guðrún Embla Finnsdóttir. Háskóli Íslands veitir verðlaun til nemenda með afburða námsárangur auk þess að hafa skarað fram úr á öðru sviði. Sá sem þau hlýtur er Hafliði Hafþórsson. Hekla Rán Hilmisdóttir. Helena María Davíðsdóttir. Helena Isabel Helgudóttir King.
Isabella Ósk Jónsdóttir. Isabella Ösp Davíðsdóttir. Jana Falsdóttir. Jón Hreiðar Rúnarsson. Kamil Michal Konieski. Fyrirgefið, ég las ekki rétt upp. Kamil Michal Konieski. Til hamingju. Kristín Pétursdóttir. Lúkas Egill Elfusson. Og þar með fæddist lítið bros. Matthías Jens Ármann. Nökkvi Reynisson. Ragnheiður Björk Elmarsdóttir. Og ég þarf að lesa. Og það er bara gaman. Danska sendiráðið veitir bókaverðlaun fyrir hæstu einkunn í dönsku. Þau hlýtur Selma Sól Sigurjónsdóttir, 3. G. Ég er nefnilega ekki alveg búinn og við höldum áfram. Viðskiptaráð Íslands veitir verðlaun fyrir bestan árangur á viðskiptabraut viðskiptalínu, Selma Sól Sigurjónsdóttir. Sigrún Tinna Atladóttir. Sunna Natalía Eiðsdóttir. Úlfur Friðriksson. Þórður Guðnason. Og þá útskrifum við nemendur af viðskiptabraut hagfræðilínu, 3. H, og ég byrja á lestri. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það er Netaprent og það eru nemendur úr 3. H og hér er Andri Klausen. Ástrós Eva Ellertsdóttir. Baldur Ívarsson. Berglind Gunnarsdóttir. Bjarki Freyr Sigurðarsson. Sicily Steinun Pálsdóttir. Elín Helga Guðmundsdóttir. Emilía Ómarsdóttir. Og við lesum. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það er Netaprent, nemendur úr 3. H voru þar að verki og hér er Erik Gerritsen. Erna Ingibjörg Viggósdóttir.
Fjóla Rúnarsdóttir. Guðmundur Peng Sveinsson. Hilmir Örn Níelsen. Hugi Sveinsson. Kári Björn Baldursson. Margrét Lilja Jörundsdóttir. Og við lesum, þessi vissi greinilega hvað stóð til, því hann stoppaði. Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það Netaprent, og úr 3H Markus Heiðar Ingason. Ragnheiður Ríkardsdóttir. Og aftur lesum við, Arion banki veitir peningastyrk til besta frumkvöðlafyrirtækisins, en það Netaprent og það eru nemendur úr 3H og hér Róbert Lu. En við ætlum að halda áfram að lesa. PricewaterhouseCoopers veitir peningaverðlaun fyrir bestan árangur í bókfærslu og skattvís gefur bók og það Róbert Lu. Og við hefjum lestur að nýju. Bókaverðlaun skólans fyrir afburðarárangur í þýsku hlýtur Róbert Dennis Solomon. Javol, og við höldum áfram. Verðlaunasjóður Björgúlfs Stefánssonar kaupmanns veitir peningaverðlaun og bók fyrir bestan árangur í hagfræði á hagfræðilínu og það Róbert Dennis Solomon. Sara Lind Pálmadóttir Skowronski. Sále Viktoria Tishenko. Snædís Lilja Pétursdóttir. Stefania Dís Oddgeirsdóttir. Vera Dögg Stefánsdóttir. Victoria Paris Sabito. Og áfram höldum við með viðskiptabraut hagfræðilínu og hér fyrstur Árni Ólafsson. Emilía Mikaelsdóttir. Erling Edvald. Gunnar Mogensen Árnason. Heiðveig Björg Jóhannesdóttir. Hugi Tór Haraldsson. Jökull Sveinsson. Kamila Rún Antonsdóttir. Kristín Marí Júliusdóttir. Markus Ívar Halldórsson.
Orri Alvar Vilhjálmsson. Selma Þorgeirsdóttir. Stefania Diljá Edilsonsdóttir. Telma Líf Sigurjónsdóttir. Tinna Sigþórsdóttir. Vigdís Helga Atladóttir. Viktor Ólafsson. Viktor Kolbeinn Sigurðarsson. Þórunn Klara Símonardóttir. Og af opinni braut Árni Karl Gunnarsson. Gunnhildur Hekla Gunnarsdóttir. Páll Steinar Guðnason. Svo sannarlega. Nú held ég að sé rétt að þið takið fram myndavélarnar ykkar því að nú ætlar stúdentarnir öllu heldur að rísa á fætur. Kæru stúdentar, ég bið ykkur að setja upp húfurnar. Gjörið þið svo vel. Til hamingju. Ég ætla að biðja ykkur að standa, en ég ætla að kalla fram undirleikarann okkar Ásgerði Söru Hálfdánadóttur, en hún nemandi á öðru ári. Og við ætlum að gera það sem þau eru búin að kvíða nokkuð fyrir. Það er að syngja Gaudeamus, en það er gott að vita til þess að þið ætla að taka þátt í söngnum. Við syngjum náttúrulega og fögnum lífinu í þessum söng og gildi menntunar og þegar undirleikarinn er tilbúinn þá bara segi ég gjörið svo vel.
Takk fyrir undirleikinn, Ásgerður Sara, og glæsilegan söng. Þetta var betri en í fyrri, ég bara get sagt þetta. Góðir gestir, árið 2005 var stofnaður aldarafmælissjóður skólans eða VAFFI 100 eins og hann kallaður. Sjóður þessi var stofnaður af fyrrum nemendum í tilefni af 100 ára afmæli skólans og var stofnframlag í sjóðinn 50 milljónir. Í skipulagsskrá sjóðsins segir meðal annars að árlega skuli sjóðurinn styrkja valda nemendur skólans með fjárframlagi þegar þeir flytjast á milli ára eða þegar þeir ljúka námi með stúdentsprófi. Skal við það miðað að styrkþegar hafi sýnt afburða námsárangur eða lagt verulega af mörkum til skólastarfsins á annan hátt. Og nú komið að því að úthluta úr VAFFI 100 sjóðunum. Fyrst verða veitt úr sjóðnum verðlaun fyrir afburða námsárangur á fyrsta og öðru námsári. Þeir nemendur sem að hljóta námsstyrkin í ár eru Vilhjálmur Geir Geirsson á fyrsta ári með 9,9. Vilhjálmur ekki hér í dag, hann í afmælisferð, þannig að við komum þessu til hans með síðar meir. Á öðru námsári Vala Katrín Guðmundsdóttir, öðrum S með 9,7. Vala Katrín. Og með nákvæmlega sömu einkunn Inga Júlíana Jónsdóttir í öðru U, einnig 9,7. Til hamingju. Námsárangur útskriftarnema var góður í ár. 22 stúdentar brautskráðust með ágætiseinkunn en það aðaleinkunn 9,0 eða hærra. Þó nokkuð skýrt sé kveðið á það í skipulagsskrá sjóðsins hvernig skuli úthluta úr sjóðnum alltaf erfitt að velja þá nemendur sem teljast hafa skarað fram úr. Veitt eru verðlaun til þeirra nemenda sem fengu einkunnina 9,5 eða hærra á stúdentsprófi. Alls eru það 8 stúdentar sem falla þar undir, en 5 af þeim voru í fyrri athöfninni og fengu þau sín verðlaun þar. Þar á meðal var dúx skólans Ragna María Sverrisdóttir nemandi á eðlisfræðilínu en hún brautskráðist með aðaleinkunnina 10. En nú mun ég kalla upp nöfn þeirra 3 sem eiga að hljóta sín verðlaun. Ég ætla að byrja á því að kalla 2 þeirra upp. Selma Sigurjónsdóttir, 3. G. Og Róbert Dennis Solomon, 3. H. Hlýtur hvort sig námsstyrk að upphæð 150.000 krónur úr VAFFI 100 sjóðnum og bók að auki frá skólanum. Semidux fær námsstyrk að upphæð 300.000 krónur og bók frá skólanum að auki. Semidux Nói Pétur Ásdísarsson Guðnason, 3. G.
Þið voru svo fljóta á okkur, ég náði ekki að klára það sem ég ætlaði að segja. Sem sagt, semidúks Nói Pétur Ásdísarson Guðnason eins og kom fram áðan með aðaleinkunnina 9,9. Innilega til hamingju. Þá komið að því að við fáum ávarp nýstúdenta og það sá sem kannski hefur flottasta titilinn í skólanum, það forseti nemendafélagsins Gunnar Mogensen Árnason. Takk fyrir þetta, Þorkell. Kæru nýstúdentar, fjölskyldur, vinir og aðrir aðstandendur. Í dag eru stór tímamót hjá okkur og ég vil byrja á því að óska ykkur öllum til hamingju með daginn. Ég virkilega stoltur af því að fá að taka þátt í svona einstakri athöfn og vil fyrst og fremst þakka ykkur, samnemendum mínum, fyrir að treysta mér fyrir þessa vegferð sem ég hef gengið síðastliðið ár. Ég vil fá að þakka kennurum og skólastjórn fyrir samstarfið í ár. Það var ánægja að fá að vinna með ykkur og einkenndi samstarf á faglegum vinnubrögðum og gagnkvæmni virðingu. Ég vil einnig þakka fjölskyldu og vinum fyrir að hafa staðið við bakið á mér í súru og sætu yfir þetta tímabil. Síðast en ekki síðast ætla ég að fá að þakka frábæru stjórninni minni en þið eru æðisleg og það mikill heiður að hafa fengið að vinna með ykkur yfir árið. Að vera forseti nemendafélagsins hefur verið ómetanleg reynsla og mjög þroskandi fyrir mig. Ég mun seint gleyma því þegar Ingunn félagsliðsfulltrúi sagði við mig að ég var orðinn eins og fullorðinn kall með húsnæðislán á bakinu. En þið sem þekki mig vita að ég tek því sem hrósi. Það virkilega gaman að sjá hvernig félagslífið hefur náð að blómstra frá inngöngu okkar í Versló og geti stoltur sagt að þessi árgangur fullur af hæfileikum og metnaði. Það verður svo sannarlega gaman að fylgjast með ykkur skína í öllu sem þið takið að ykkur í framtíðinni. Passið bara að toppa ykkur ekki í Versló því möguleikarnir eru endalausir. Fyrir marga þessi tímamót full af spennu fyrir framhaldinu en aðra full af kvíða og óvissu fyrir komandi tímum. En tíminn flýgur og hann flýgur svo sannarlega hratt, eins og við höfum öll eflaust tekið eftir. Ég hvet ykkur þess vegna að staldra við og leyfa ykkur að fagna árangri þegar á við núna og seinna meir í lífinu. Ef þið afrekuðu allt sem þið vildu í Versló, þá óska ég ykkur til hamingju og vona að sú velgengni haldi áfram í framhaldinu. Ef ykkur fannst margt með að fara betur hjá ykkur, þá vil ég biðja ykkur að syrgja það ekki. Versló eru aðeins 3 ár og má segja að þessi kafli sé aðeins 5% af lífi manns, svo þetta alls ekki endurinn. Þið munu alltaf halda áfram að læra og reynslu og minningabankinn fyllist meira með hverju árinu sem líður. Þið stjórnir nefnilega ferðinni, kæru vinir. Ég vil biðja ykkur að líta tilbaka aftur 3 ár til þess dags sem umsókn ykkar var samþykkt í Versló. Þið hafið svo sannarlega uppskorið eins og þið sáðu, en eins og þið vitið þá hvorki sjálfgefið að komast inn í Versló og hvað þá að útskrifast. Þess vegna vil ég hvetja ykkur til að fagna vel með ykkar fólki í dag og síðan það Króatía sem bíður spennt eftir okkur á mánudaginn. Það ekki meira frá mér í bili, ég þakka kærlega fyrir mig.
fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Máva hvítt ský ormalofi, inn í drauminn sem sektarofi, heyrist vart úr stað. Konurnar blómstra brosandi sæla, sumar kjólar háir hæla, kvöldið við komast að. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Þessi fallegi dagur, þessi fallegi dagur. Kærar þakkir fyrir þennan fallega flutning á einstaklega fallegu lagi sem hæfir vel í dag. Það voru þær Nína og Sólveig, nýstúdentar af Nýsköpunar- og listabraut, sem sungu lagið. Tómas Berg, nýstúdent af Viðskiptabraut, spilaði gítar. Höfundur lags og texta er Bubbi Mortens. Aftur takk, ef við gefum gott klapp aftur. Kæru nýstúdentar, til hamingju með stúdentsprófið ykkar. Fyrir hönd starfsmanna skólans óska ég ykkur og fjölskyldum ykkar til hamingju með áfangan. Með stúdentspróf frá Verslunarskóla Íslands í hendi ykkur allir vegir færir, en það veitir eingöngu í hvaða háskóla sem hérlendis og erlendis. Þið hafið sýnt það á síðustu 3 árum að þið eru sterkir námsmenn og geti tekist á við hvaða nám sem Vandið valið og hvað sem þið gerið, leggi ávallt metnað í öll ykkar störf. Nú skólagöngu ykkar í Versló formlega lokið. Ný og spennandi verkefni og ævintýri bíða ykkar, en einnig líf hinna fullorðnu, sem getur stundum verið snúið en líka spennandi. Á síðustu árum hafið þið farið frá því að vera börn í það að verða fullorðnir einstaklingar. Ný vinasambönd hafa myndast og gömul orðið enn sterkari. Verið ávallt trú í því sem þið gerið og standið með sjálfum ykkur. Lífið alls konar, verið óhrædd við að prófa nýja leiðir, en ykkar kynslóð stendur frammi fyrir miklum áskorunum, hvort sem horft til heimsmálana eða tækniþróunar. Látið til ykkar taka og nýtið alla þá hæfileika sem þið búið yfir. Kæru nýstúdentar,
Nú ferð í ýmsar áttir og þá dregur úr daglegum samskiptum ykkar á milli. Ég vil hvetja ykkur til að halda tengslum og rækta vináttuna sem myndast hefur í Versló. Að tilheyra hópi, árgangi sem útskrifast saman er dýrmætt. Það kemur að því að leiðir ykkar liggja aftur saman, fyrr eða síðar. Allavega eftir 5 ár þegar þið fáið boð að mæta á stúdentafagnað afmælisárganga skólans. Góðir gestir, það er komið að lokum þessara athafnar í dag. Eins og ég sagði í upphafi, þá erum við að ljúka 119. skólaári Verslunarskóla Íslands. Ég vil þakka ykkur öllum fyrir gott samstarf í vetur, starfsfólki, nemendum og foreldrum. Þá vil ég sérstaklega þakka þeim starfsmönnum sem láta nú að störfum eftir áratuga starf. Verslunarskóli Íslands er einstakur vinnustaður, en það ríkir mikil vinátta og virðing manna á milli. Takk fyrir ykkar framlag til skólans og nemenda hans síðustu áratugina. Takk. Að lokum. Að lokum, hamingjuóskir til ykkar, elsku nýstúdentar. Megi gæfan og gleðin fylgja ykkur ókomin ár. Framtíðin er ykkar. Ég segi Verslunarskóla Íslands slitið. Takk. Nú munu nemendur fara í myndatöku. Ég ætla að biðja B-bekkinn að koma hérna niður með og fara hérna í hliðarsal. Þið kæru gestir, þið mætið og hittið börnin ykkar síðan hérna fyrir utan. Takk fyrir.